Ég mig unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands Eystra. Red Cross, ég veit það hvernig. Já, er þetta einhvern? Þetta hættaði af sem það. Hérna. Þetta er alveg sjóður, þetta er myndið. Komið sæl, við erum hérna í Rauða krossinum, vorum að skoða eins föt. Heyri, ég endaði hérna með hálsinn fullan af festum og svo endaði ég með þessi hérna prúðu húfu. Já, ég hérna fekk mér þessa fínu kápu sem er pínu eins og eitthvað í Star Wars, en hún er samt pínu nett. Hefur reist þér á þennan mál. En svo hérna, hann fann hana, síðan hérna þessa fínu tösku dæmi, svo svona fínar buxur og klútinn að sjálfsögðu, sem er hægt að nota allskýrt til mig. En ég er að fara að tala við Heru á eftir hinsegin mál og eitthvað svona, og síðan er ég að fara að tala við húshaldsmiðina 2, eða verðandi, Agnesi og Ester. Hvað ætlar þú að tala við? Ég er að fara að tala við Agnar Forberg sem er drengur á textíl í Vafma og við ætlum bara að spjalla ýmislegt. Ég sagði hvað ætlar að tala við? Já, gerðu það. En það er ekki bara að fyndið það. Já, ég heiti sem sagt Hera, en flesti vinir mínir þekkja mig sem Dave og er það nafn sem að ég valdi mér eiginlega þegar ég fór út í sumarbúðina Lambda í fyrra, sem eru hinsegin sumarbúðir. Ofta er haldnar út í Þýskalandi. Þurfti það að velja mér eitthvað nafn til þess að vera með þar og svona til þess að því að þetta er fólk frá öllum löndum í Evrópu sem að taka þátt, þá vildi ég eitthvað sem væri auðveldara fyrir fólk að segja. Já. Því að Hera er dálítið svona íslenskt nafn, ég er dálítið nördi. Já. Og svona webcomic sem að ég les. Já. Og einn karakter það sem að ég tengi dálítið við heitir Dave. Okay. Þannig að ég svona valdi með nafni út frá því. Einmitt það hendaði mér mjög vel þar sem að ég skilgreina mig sem agender. Agender. Það að vera agender er það sem að vera alveg fullkomlega kynlaus. Er einhvern veginn svona utan þetta kynvitundaspektrums. Ég er í Vafma og er á grunddeild rafina. Aðalega að vera rafvirki. Ég sem sagt skilgreina mig sem aromantic, agender, asexual eða AAA eins og raflan sem að mér finnst mjög fyndið af því að ég er að vinna því að vera rafvirki. Aromantic. Það að vera aromantic er að þú finnur enga rómantíska löngun til að vera með fólki. Asexual. Það að vera asexual er að hafa enga kynferðislega löngun til að sofa hjá fólki. Þetta er brandari sem ég nota eins og oft og ég get. Já. Finnst ég vera ótrúlega sniðug með þetta. Hæ hó, mér datt í hug að deila með ykkur, ég er að fara að gera smá öndunaræfingu sem ég verði að gera upp á síðkastið og hún er í raun hugsuð gegn stressi og kvíða. Þannig að þetta snýst að dýpka öndunina og virkilega fá súrefnið inn því að við eigum til að detta í þessa svona grunnöndun þar sem að við náum ekki virkilega að öðlast súrefni og spekingar segja að þetta sé gott og gilt gegn því. Þannig að þetta snýst í raun að anda djúpt og maður getur hugsað sér að maður sé að anda fyrst hérna inn í magann og svo upp í bringuna og að lokum alveg upp í haus og þegar maður er búinn að taka svona djúpan andardrátt þá tekur maður og sleppir. Pælingin er svo súr að taka inn 30 svona andardrætti og þegar þú klárar 30. sleppir þá í raun hættir að anda og getur verið með skeiðklukku eða eitthvað, setur hann af stað, hættir að anda og þá getur í raun slaka bara í dágóða stund, oft svona 1,5 mínútu, 2 í fyrsta skipti
og þá allt í einu finnur kikka inn, andar á ný, heldur því í kannski 15 sek, sleppir og þá getur þú farið svo aftur í þetta og tekið eins margar umferðir og sýnist kannski 3 ár eru góðar til að miða við sko. Þannig ég ætla að taka smá svona. Já, sæll mín kæri Agnar. Blessaður, Stefán. Öðrum oft nefndur Space, ekki satt? Já, alveg rétt. Og Space Ment eins og það heitir á gramminu, hvað stendur Ment fyrir? Það sko, í Beatty Beats, þá skilur kalli herbyggið mitt The Basement. Og þú Spaceman. Þetta er svona þín kallari sko. Hljómað vel. Þú ert núna í Vaffuma. Já. Hvað ert að bralla þar? Ég er að læra fatahönnun. Þú ert að læra fatahönnun þar. Þú veist, hvað er það að gera í fatahönnunni í Vaffuma? Við erum bara Það er fylla þér með mér. Að læra sauma og svoleiðis núna sko. Maður fer á, þú veist, á næstu önnum fyrir maður að læra að gera sniðin og svona. Já. Og fleira. Lærið að sauma fyrst og eru þið þá, þú veist, eru að sauma einhver eigin föt eða eru þið bara að sauma einhverja búta að læra fræðin eða? Já, eiginlega, það byrja bara svoleiðis. Fær snið og fær efnin og allt þetta og sauma þetta og eitthvað svona, skilur. Ég held að þetta sé bara 3 ár sko. 3 ár? Já. Og þá að lokum ertu farin bara að hanna og gera þín eigin föt eða eitthvað? Já, ég býst við því sko. Getið þá plataði einhvern tíðan að hanna föt með mér eða? Já, ég tók svona val í grunnskóla sko. Já. Þannig að ég var með svona smá grunn þegar ég byrjaði núna. Hvernig var alltaf? Bara fatasaum. Já, bara fatasaum? Já. Bara almennt? Og voruð þið þar að gera eitthvað eigið stöff eða? Já. Og hver eru þá plönin, þú veist, ef þú ert að læra fatahönnunina? Ertu að fara, stefnir á að enda sem einhver mega hönnuður? Já, eiginlega sko. Og vera með eitthvað svona íkonist look sem... Já, klálega sko. Og mögulega að stofna eigin brand eða eitthvað? Já. Ef að taka ferð niður? Ég er til í það sko. Ef snjór leyfir? Renna sko. Hann er ekki að fara að renna neitt sko. Þetta er mesta leik. Þið eruð í Vaffuma í, hvað er það að læra? Húsasmíði. Já. Og hvernig er það? Mér finnst aðstæðanlegt að spyrja spurninguna hvernig er að vera stelpa í húsasmíði, en hvernig er það að vera stelpa í húsasmíði? Bara alveg eins og að vera strákur í húsasmíði. Þið fáðu ekki eitthvað svona, hei, stelpur eitthvað, þið eru nú eitthvað, ég veit ekki. Ég finn ekki neitt hér en ég er alveg frekar stressað að fara á vinnustæðin af því að það getur verið öðruvísi þarna. Ég er svo vön hérna, þetta er allt gett næs. Það er kannski frekar og meiri hjálpsemi heldur en að fólk sé eitthvað að dæma mann fyrir þetta. Það er svona, já ég hjálpaði með þetta, en það var bara svona fyrst. Við þekktust ekki neitt. Ég var bara ægi, við vorum svo ótrúlega ólíkar. Við vorum bara ekkert sameinlegt og vorum bara, ég veist ekki hvernig þetta ganga, en síðan fengum við bara bekk hlið við hlið og síðan bara vorum það að spyrja hvort annað á spurningum og síðan fórum við bara mjög vel. Ok, og nú eru þið bara góða vinkonur? Já. Rúntinum í gær og? Já. Og hvað eru það spáðið að gera eftir þetta? Ég ætla að taka stúdentsprófið. Ég er komin á veg með það, en ég veit ekkert hvað ég ætla að gera við framtíðina sko. Nei, þú veist ekkert hvort þú ætlir að verða húsasmiður? Nei. Já, ég meina ég verð húsasmiður og það er geggjað, þú veist. Já, en þú veist ekki hvort þú ætlir að vinna við. Já, ég vissi ekki hvað ég ætlaði að verða, skilur, eftir stúdentsprófið og svona. Þannig að af hverju ekki bara taka smiðinn og stúdentsprófið og þá er ég allavega orðin smiður. Þá get ég gert eitthvað við það eða farið bara einhverja allt aðra leið. En hvernig datt ykkur svona smiður í huga? Af hverju smiður frekar en bifvélavirki eða rafvirki eða eitthvað? Við erum með fyrirtæki, svona smiðfyrirtæki eða verklegt fyrirtæki sem er bara alls konar eiginlega gert allt þar. Þetta er svona fjölskyldufyrirtæki. Ok. Þannig þú ert með svona einhverja reynslu? Nei, ok. Enga, eða þú veist, jú, frá skólanum, en ég var ekkert þarna fyrir en ég pröfaði nokkra daga og síðan var bara þetta er alveg skemmtilegt, þannig ég kom fyrir skólan, lærði þetta og síðan fær ég bara vinna þarna. En þú, hvernig datt þér í hug? Ég fór að segja þetta á svona iðnkynningu með grunnskólanum og ég hafði aldrei hugsað út í að gera neitt annað en bara fara á stúdentsprófið og klára bara stúdentsprófið eins og allir aðrir. En svo fannst mér það bara ógeðslega gaman og ég vissi ekkert á hvaða braut ég ætlaði einu sinni í bóknámi. Þannig að mér fannst þetta bara alveg jafn sniðugt. Bara hafa einhvern grunn í einhverju alvöru.
og svo ertu líka í hinsegin Norðurland. Já, ég er trúnaðarmaður sem er svona eins og milliliður félagsmanna og stjórnar. Og þið eru búin að vera að fara með fyrirlestra til þess að kynna hvað hinsegin er eða hvað það að kynna? Hinsegin. Það að vera hinsegin er að falla ekki inn í hið gagnkynhneigða norm. Við erum að kynna helstu svona grunnhugtök og svona það algengasta til þess að bara svona kynna það að eitthvað annað en það hefðbundna gagnkynhneigða heterosexual sé til. Gagnkynhneigður. Það að vera gagnkynhneigður er það sama og að vera straight eða heterosexual en það er sem sagt að laðast að gagnstæðu kyni. Þetta var, margt af þessu var eitthvað sem fólk hefði kannski heyrt áður en síðan bættu við öðru við, til dæmis demisexual og intersex sem að fólk hefði kannski ekkert vita væri til. Intersex. Intersex fólk fæðist með einkenni sem er ekki alveg fullkomlega karl eða kvenkyns, eru kannski bæði eða hvorugt. Demisexual. Það að vera demisexual er að þú hefur enga kynferðislega löngun til að vera með fólki fyrir þú myndar tilfinningalega tengsl við þau. Ég gerði það svolítið þá. Nei! Ég mig er unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands eystra. Þetta var einn versta snjóþotuferð sem ég hef farið held ég. Það er samanlega, sko. Eða þú veist, svona aðeins inn að renna. Sko, ég er að velta fyrir mér, þú veist, fatahönnunin að bralla. Já. Þú veist, einnig að semja tónlist og eitthvað, ekki það er meira númer 1 hjá mér, sko. Það er meira númer 1, já. Og ertu að sjá fram á eitthvað svona, þú veist, í framtíðinni að verða bara einhver svona big boss karakter í, þú veist, íkon bara bæði þá í einhverju músík og í fatahönnun og... Einmitt. Og eitthvað fleira eða eitthvað? Ég hef áhuga á mörg öðru, sko, bara hönnun yfir höfuð, skilju. Já. Tattoo, innréttingu eða, þú veist, arkitekt eða bara bíla eða eitthvað, sko. Já. Pabbi hendi mér garasband þegar ég var 7 ára eða eitthvað. Og þá var ég alveg bara að gera eitthvað hella dæmi, sko. Já. En svo hætti ég alveg nokkur ára og byrjaði aftur þegar ég fekk tölvu fyrir eitthvað 3 árum eða eitthvað og fór ég í Logic. Já. Og ég bara verið síðan bara að vinna í því, sko. Og pródúsera, ertu að syngja líka? Ég hef búinn að vera að pródúsera, sko, miklu lengur, sko. Ég byrjaði ekki að syngja fyrir hálfu ári eða eitthvað. Já. Þú fékkst einhvern styrk? Já, ég fékk svo sagt hvatningarstyrk fyrir krakka í iðnnámi sem bara, já, hvetur krakka til þess að fara í iðnnám og var sett í fyrsta skipti í ár og verður í 3 ár held ég. Og fékkst alveg mikið pening? Já, ég fékk sett 1 milljón í styrk. Nýta það í námið eða áframhaldandi nám eða eitthvað. Hvernig eru verkefnin í skólanum? Við erum sett á 4. önninni og erum að byggja sumarhús. Já. Við erum byggja sumarhús sem við seljum svo í lok annar. Reynum að klára það alveg og svo er það selt. Af hverju er þetta hinsegin nafn? Af því að þetta er svolítið pínu gefur það að svona aðskilja hópa, að vera hinsegin og að vera ekki hinsegin. Ég tek þessu svo að þetta minna það að aðskilja okkur frá öðrum og meira að við erum að reyna að stofna okkar eigin samfélag af því að það er bara þannig að fólk vill líða eins og eigi stað einhvers staðar. Ef þú ert hinsegin þá fellur ekki alveg í þetta norm, þá kannski líður ekki eins og þú sért hluti af þessum stóra hóp. En þá er hinsegin þetta hugtak sem að þú getur skilgreint sem til þess að fá þessu upplifun þá sést hluti að stærri hópi af því að þú ert ekki einn í heiminum. Ég átti kærustu í sumar og það var svona eitthvað svakalegt mál. Allt í einu fékk ég bara svaka athygli út af því að ég ætti kærustuna, kærasta. Ég svona persónulega og hef heyrt frá öðrum að ég fann fyrir svolítið svona já, núna er ég einhver, skilurðu, þegar ég er hinsegin. Finnst þér þú bara loksins tilheyra einhverjum hóp? Hvernig er þín hugsun? Mín upplifun er svo að það að vera hinsegin er stór hluti af því hver ég er, sérstaklega út af kyninu mínu og svoleiðis. Þannig ég var ekki alveg að upplifa sömu tilfinningar og sömur sem er að, þú veist, útskýra allt þetta, hvað þetta þýðir, skilur þá svona. Þetta er mjög mikið það að við sem fólk gerum það stundum að við svona, þegar við lítum á manneskju og reynum að finna eitthvað svona
sérstak sem við getum tengt við hana, mögulega. Þessi hinsegin svona revolution, það að fólk er að koma meira opinberlega fram sem hinsegin, þá fólk meira að taka eftir þessu. Þetta þá kannski eitthvað svona sem að fólk myndi að tengja við aðra manneskju? Jafnvel þó að manneskjan sjálf upplifir þetta ekkert sem eitthvað að skipti sig einhverju máli, af því að þú ert ennþá bara þú. Já, einmitt. Já, það mun ekkert breyta því. Nei, nákvæmlega. Mér staðið mitt, það mjög góða punktur, að maður ennþá maður sjálfur þó að maður sé ekki... Nákvæmlega. Af því að mér finnst persónulega kynhneigðin mín ekki skilgreina mig. Bara af því að álit eða skoðun fólks á þér breytist, þýðir ekki að þú breytist. Nei. Bara rúlla svona í snjónum. Þetta hæfur snjór í slíkt? Já. Ok. Já, þarf maður ekki blautan snjó til að gefa úr í snjókalla? Jó, gerum bara 2 mismunandi kúlur og reisum það upp í eitthvað. Sko, ok, þú ert á textílbrautinni, Agnar minn, í verkmenntaskólanum. Hvernig kynjahlutfallið þar? Við erum 3 strákar og 7 stelpur eða eitthvað. Ertu að upplifa eitthvað svona við það að vera strákur í þessu, eitthvað annað vibe í því, eða allir bara whatever yfir því? Það alveg bara whatever, sko. Já. Eins og þegar ég var í Valinn í grunnskóla, þá var ég eini strákur sem skilur, þá voru svona 15 stelpur eða eitthvað skilur. Maður fljótur að reisa þennan boltan. Þinn var whack! Þú ert ekki búinn að gefa neitt út þér annað, Agnar? Nei. Ekki einu svona SoundCloudinu góða? Nei. Hví ekki? Við bara þetta sé skilur 100%. Það alveg sumt að en bara, ég bara svona sjá skilur, ég breyti svo alltaf eitthvað skilur með tímanum. Þannig ég bara bíða og sjá þegar ég nógu ánægður með það sko. Einhverjir spekingar segja samt sko að það sé gott að byrja sko til þess að koma sér á eitthvað ról. Þetta sé svona fræði að done beats perfect sko. Bara það að klára eitthvað og gefa það út. Ég setti eins og eitthvað beat á SoundCloud sko en ég eitti því þar. Það? Það ég fór og breytti því. Og upplöðu það ekki á ný? Nei. Ég leiði það. Prófa að bópa þess á. Hvernig föt langar þig samt að hanna? Bara svona föt sem enginn hefur séð áður sko. Já, ég mér rosa mikið innblástur frá Japan. Frá Japan? Já. Hvernig þá? Bara fötin frá Japan skiljið. Bara hönnuðinni þar eins og Jun Takahashi, Mendu Kover og svona þau merki sko. Ég þekki mjög lítið til sko. Það er bara gaman líka. Já. Ef að taka einn skelba stein upp á hvor fær að negla hann og snjókalla niður eða? Já. Nei! Hvað finnst þér þetta hugtak að koma út úr skápnum? Mér finnst að vissu leyti passa, en samt vera svona pínu það að sé til hugtak að koma út finnst mér pínu gamaldags af því að það svona kallar aftur á annan tíma þar sem að normið var að vera einmitt svona gagnkynhneigður og cisgender. Já. Einmitt. Cisgender. Það að vera cisgender er sem sagt að skilgreina sig í því kyni sem maður fæðist. Þannig að manneskja sem fæðist strákur skilgreinir sig sem strákur og manneskja sem fæðist stelpa skilgreinir sig sem stelpa. Og það að koma út úr skápnum var eitthvað sem þurfti að gera til þess að fólk myndi líta á einhvern öðruvísi heldur en það á sért bara straight. Já, einmitt. En ég er að vonast til núna, ég sjá það mjög mikið að það er minna það að fólk sé strax haldið að fólk sé straight og þannig. Ég bara tók eftir svona, þegar allir voru að tala að maður sé að koma út úr skápnum, þá fannst mér ekki tengja við það. Ég hef aldrei sagt eitthvað að ég sé eitthvað sem þið héldu að ég var í, sem gagnkynhneigð. Einmitt. Já, skildi ekki alveg akkur allir voru að tala að ég var að koma út úr einhverjum skáp. Já, ég held reynda líka að með hugtakið koma út úr skápnum, mann liðir eins og að sé eitthvað svona stórt, eitthvað svona giant revelation fyrir alla. Já. En fyrir mér þá, ég held að líka þetta væri eitthvað svona og myndir labba upp á einhvern svona pedestal og vera með ræðu fyrir framan allan skólann. Hvernig ég kom út var meira bara svona fyrir foreldrum mínum, var meira bara svona, ég lá á sófanum
var að tala um mömmu og bara svona myndist á þetta og hún var eitthvað að spyrja mig út í þetta og síðan kallaði hún á pappa og bara hefur þú ekki eitthvað að segja um þetta og hann bara nei, mér gæti ekki verið meira sama. Þið fáið samt ekkert, þú veist, út á götu eitthvað svona, einhverja fordóma fyrir ykkur sem einhver svona stelpu, fyrir strákarstelpur? Það kemur fyrir, það er svona Þegar við erum í smíðafötunum. Við erum í hátíðismat og förum kannski að borða eitthvað og kannski einhver tveir gamli kallar að hvíslast og horfa á okkur lítið svona upp og niður. Það eru gamlir kallar sko alltaf. Já. Ég held að séu bara móðgæðir eða eitthvað fyrir hönd iðngreinarinnar, bara eða eitthvað. Ég veit það ekki. Þeir bara svona horfa á mann og halda maður að taka eftir því. Já. En aðalega konur taka rosalega vel í þetta og eru bara vá, mér langaði að gera þetta þegar ég var á þínum aldri en þorði því ekki eða skilur eða mátti það ekki og það er ótrúlega mikið af fólki sem hefði viljað fara inn á en bara fattaði ekki möguleikan og bara krakkar á okkar aldri sem föttu ekki að þetta var í alvörunni valið möguleiki í stöðunni. Það er svo gaman að sjá hvað þið eru ólíkar. Já, við erum ekkert eins. En við erum samt að gera það sama, skilur. Já, maður þarf ekki að vera einhver típa til þess að fara í smíðar. Ok, svo er leikillinn núna. Nú er ég eins og bara alveg ekkert eðlilega pump að vera súrefni. Og þá er ég reynda bara búinn að taka eina umferð. En þá getur maður stokkið í köldu sturtuna til þess að alveg vekja taugakerfið. Þannig ertu búinn að koma í helling af súrefni og maður er alveg bara svona fáránlega peppaður sko. Þannig ég ætla að stökkva í sturtuna í snatri skítkalda til þess að klára þetta. Það sem maður finnur bara, þú veist, blóðstreymið og súrefnisstreymið allan líkamann gerir mann alveg ekkert eðlilega svona peppaðan einhvern veginn og ég veit ekki hvað þú finnur svona alveg tingling sensation eitthvað út allan líkamann. Þetta er, maður einhvern veginn trúir þess ekki fyrir maður kom bara í þetta sjálfur sko. Hérna sturtan minn góð, hún er vanalega á þessu sem er svona 40 sko. Þannig ég er að pæla að bomba þeirri niður 20 gráður og bomba hérna á 20. Þetta er gott og gilt. Ég mæli með að sinna þessari taktík, hún reynist mér vel og ég held að hún getur reynst ykkur vel einnig sko. Þannig að þetta var öndunarhorn Stefáns Elís og sturtuhorn. Ó, er þetta má snerta þetta? Já. En þetta, oj. Það vilt snerta. Er draumurinn ykkar að smíða ykkar eigið hús? Já, auðvitað. Já. Það er bara eitthvað skemmtilegt við að mæta heim og bara, já. Þetta byggði ég. Já. Ég bý bara í húsi sem ég byggði. Já. Þið getur bara gert það akkurat eins og þið langar að hafa. Samt cool. Já. Þetta er eins og eitthvað listaverk. Já, þetta er list. Skrítið listaverk. En þetta er svona list, er ekki allt list? Jú, ef allt er list, þá er þetta list. Það er þú list. Vá. Já, ég flakkaði gegnum mörg hugtök sem ég haldi að væri frá gender fluid og ég held ég væri samkynhneigð at one point en... Gender fluid. Það að vera gender fluid, eða íslenska heiti flæðigerfa, er það að þú flæðir á milli kynja. Einn daginn ert kannski strákur, einn daginn stelpa og svo einn daginn ert eitthvað allt annað. Þú veist, er ekki auðveldara bara að segja fólk er bara eins og það er og það er bara hrifin af þeim sem það er hrifin af? Það eru sum vinir mínir sem skilgreina sig ekki og eru bara hinsegin, eru bara þeir sem eru af því að jafnvel þó að það sé eitthvað flókið hugtak sem á við þig, þá þarft þú ekkert eitthvað endilega að segja og tjáir þig sem það. Þannig að ef að fólk er með einhverja pælingar eða bara einhverja spurningu þá bara endilega hafi samband við okkur. Já, og það er líka sniðugt að hafa samband við þau af því að það eru ekki allir sem eru hinsegin viðbúnir spurningum. Bara svo það sé á hreinu. Einmitt. Þó það séu sumir. Hvað fannst þér áhugaverðast í þessum þætti? Sko, mér fannst klárlega að vera áhugaverðasta öndunarhorn Stefáns Elís. Það var svona hápunktur þáttarins, fannst mér. Nei, samt í öllu sprelli þá fannst mér þetta yfir höfuð allir viðmælendurinn koma með eitthvað á borðið, sko, mjög áhugavert. Þannig ég kann ekki við að gera upp á milli hver var með mestu gæðin. Mér fannst áhugaverðast eins og til dæmis Dave. Við erum með ólíkar skoðanir sem dæmi, en við vorum samt svo sammála af því að það eru svo ótrúlega ólíkar skoðanir í loftinu þetta málefni, þó að þetta sé eitt málefni.
Og svo fannst mér líka ótrúlega áhugavert með stelpurnar. Að þær eru svo ótrúlega ólíkar og það er svo gaman að sjá einhvern veginn hvað þær eru að brjótast aðaleikmyndina með því bara að vera þær sjálfrar einhvern veginn. Mér finnst það ótrúlega cool. Já, sammála. Já. Mér fannst líka talað staðalímyndina sko, þegar Agnar kom inn með sínar pælingar, það er býsna á móti svona the norm, eins og maður myndi segja, sko, strákur í textíl, sem mér finnst yndislegt og mjög gaman að því, sko. Já, einmitt. Ég held að við ættum að slúta þessu og við sjáumst í næsta hætti. Takk fyrir að horfa. Já, takk hérlega. Ég enda bara franskar, sko. En býta eins? Já. Ég ætla ekki að hafa þetta hér. Svona. Minn mæk líka dottum þver, sko. Menn hafa séð betri færð heldur en þessa. Þetta var gilt. Ég mig unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands Eista.